Lúkasar guðspjall, 5. kafli. Nú bar svo til að Jesús stóð við Genesaret vatn og mannfjöldinn þrengdist að honum til að hlýða á Guðs orð. Þá sá hann 2 báta við vatnið, en fiskimennirnir voru farnir í land og þvoðu net sín. Hann fór út í þann bátinn Símon átti og bað hann að leggja lítið eitt frá landi, settist og tók að kenna mannfjöldanum úr bátnum. Þegar hann hafði lokið ræðu sinni, sagði hann við Símon: Legg þú út á djúpið og leggið net ykkar til fiskjar. Símon svaraði: Meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það, skal ég leggja netin. Nú gerðu þeir svo og fengu þeir þá mikinn fjölda fiska, en net þeirra tóku að rifna. Bentu þeir þá félögum sínum á hinum bátnum að koma og hjálpa sér. Þeir komu og hlóðu báða bátana svo að nær voru sokknir. Þegar Símon Pétur sá þetta, féll hann á kné frammi fyrir Jesú og sagði: Far þú frá mér, Drottinn, því að ég syndugur maður. En felmtur kom á hann og alla þá sem með honum voru vegna fiskaflans þeir höfðu fengið. Eins var Jakob og Jóhannes Sebedeusinni, félaga Símonar. Jesús sagði þá við Símon: Óttast þú ekki, héðan í frá skalt þú menn veiða. Og þeir lögðu bátunum að landi, yfirgáfu allt og fylgdu honum. Svo bar við, Jesús var í einni borginni, að þar var maður altekinn líkþrá. Hann sá Jesú, fjall fram fyrir honum og bað hann: Drottinn, ef þú vilt, geturðu hreinsað mig. Jesús rétt út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafnskjótt hvarf af honum líkþráin. Og hann bauð honum að segja þetta engum. En far þú, sagði hann, sýn þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína, eins og Móse bauð, þeim til vitnisburðar. En fregnin Jesú breyttist út því meir, og menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En Jesús dró sig í hlé og fór til óbyggðra staða og baðst þar fyrir. Dag nokkurn var Jesús að kenna. Þar sátu farísear og lögmálskennendur, komnir úr hverju þorpi í Galíleu og Júdeu og frá Jerúsalem, og kraftur Drottins var með honum til að lækna. Komu þá menn með lamamann í rekkju og reyndu að bera hann inn og leggja hann fyrir framan Jesú. En vegna mannfjöldans sáu þeir engin ráð til að komast inn með hann og fóru því upp á þak og létu hann síga í rekkjunni niður helluþekjuna beint fram fyrir Jesú. Og Jesús sá trú þeirra, sagði hann: Maður, syndir þínar þér fyrirgefnar. Þá tóku fræðimennirnir og farísearnir að hugsa með sér: Hver sá fer með slíka guðlöstun? Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? En Jesús skynjaði gjörla hugsanir þeirra og sagði við þá: Hvað hugsið þið í hjörtum ykkar? Hvort auðveldara að segja: Syndir þínar þér fyrirgefnar, eða segja: Stattu upp og gakk. En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu til að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn: Stattu upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Jafnskjótt stóð maðurinn upp frammi fyrir þeim, tók það sem hann hafði legið á, fór heim til sín og lofaði Guð. En allir voru furðu lostnir og lofuðu Guð. Og þeir urðu óttaslegnir og sögðu: Óskiljanlegt það sem við höfum séð í dag. Eftir þetta fór Jesús út. Þá sá hann tollheimtumann, Leví að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Leví bjó honum veislumikla í húsin sínu og þar satt að borði með þeim mikill fjöldi tollheimtumanna og annara.
En farísearnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu: Hvers vegna étiði og drekkið með tollheimtumönnum og bersyndugum? Og Jesús svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta til afturhvarfs, heldur syndara. En farísearnir og fræðimennirnir sögðu við Jesú: Lærisveinar Jóhannesar fasta oft og fara með bænir, og eins lærisveinar okkar, en þínir eta og drekka. Jesús sagði við þá: Hvort getið þið ætlað brúðkaupsgestum að fasta meðan brúðguminn hjá þeim? En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekinn, þá munu þeir fasta á þeim dögum. Jesús sagði þeim einnig líkingu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir nýja vínið belgina og fer niður, en belgirnir ónýtast. Nýtt vín ber að láta á nýja belgi, og enginn sem drukki hefur gamalt vín vill nýtt, því að hann segir: Hið gamla gott. Lúkasar Guðspjall, 7. kafli. En svo bar við á hvíldardegi að Jesús fór sáðlönd og týndu lærisveinar hans kornöx, neru milli handana og átu. Þá sögðu farísear nokkrir: Hví gerið þið það sem ekki leyfilegt á hvíldardegi? Og Jesús svaraði þeim: Hafið þið þá ekki lesið hvað Davíð gerði hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús, tók skoðunarbrauðin og át og gaf mönnum sínum, en þau má enginn eta nema prestarnir einir. Og hann sagði við þá: Mannsonurinn drottinn hvíldardagsins. Annan hvíldardag gekk Jesús í samkunduna og kendi. Þar var maður nokkur með vistna hægri hönd, en fræðimenn og farísear höfðu nánar gætur á Jesú, hvort hann læknaði á hvíldardegi, svo að þeir fengju tilefni að kæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra og sagði við manninn með vistnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Og hann stóð upp og kom. Jesús sagði við þá: Ég spyr ykkur, hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða granda því? Jesús leit á þá alla, hvern af öðrum, og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann gerði svo og hönd hans varð heil. En þeir urðu æfir við og ræddu sín á milli hvað þeir gætu gert Jesú. En svo bar við þessar mundir að Jesús fór til fjalls að biðjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagur rann, kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi 12 úr þeirra hópi og nefndi þá postula. Þeir voru Símon, sem hann nefndi Pétur, Andrés bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Filippus og Bartolómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson og Símon, kallaður vandlætari, og Júdas Jakobsson og Júdas Ískariot, sem varð svikari. Jesús gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt. Þar var stór hópur lærisveina hans og mikill fjöldi fólks úr allri Júdeu, frá Jerúsalem og sjávarbyggðum Týrusar og Sídonar, komið hafði til að hlýða á hann og fá lækning meina sinna. Einnig voru þeir læknaðir þjáðir voru af óhreinum öndum. Allt fólki reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur læknaði alla. Þá hóf Jesús upp augun, leit á lærisveina sína og sagði: Sælir eru þér fátækir, því að yðar Guðs ríki. Sælir eru þér sem nú hungrar, því að þér munuð sattir verða. Sælir eru þér sem nú grátið, því að þér munuð hlæja. Sælir eru þér þá menn hata yður, þá þeir útskofa yður og smána og bera út óhróður yður vegna mannsonarins.
Fagnið á þeim degi og leikið af gleði, því að laun yðar eru mikil á himni, og á sama veg fóru feður þeirra með spámennina. En vei yður þér auðmenn, því að þér hafið fengið yðar skerf. Vei yður sem nú eru sattir, því að yður mun hungra. Vei yður sem nú hlægið, því að þér munuð síta og gráta. Vei yður þegar allir menn hæla yður, því að eins fórst forfeðrum þeirra við falsspámennina. En ég segi yður á mig hlýðið. Elskið óvini yðar. Gerið þeim gott sem hata yður. Blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim misþyrma yður. Sláið þig einhver á kinnina, skaltu og bjóða hina, og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrtilinn líka. Gef þú hverjum sem biður þig, og ef einhver tekur frá þér það sem þú átt, þá skaltu ekki krefja hann það aftur. Og eins og þér viljið að aðrir menn geri við yður, svo skulu þér og þeim gera. Og þótt þér elski þá sem yður elska, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér gerið þeim gott sem yður gera gott, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar gera og hið sama. Og þótt þér lánið þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þökk eigið þér fyrir það? Syndarar lána einnig syndurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óvini yðar og gerið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn, og laun yðar munu verða mikil og þér verða börn hins hæsta, því að hann góður við vanþakkláta og vonda. Verið miskunnsöm, eins og faðir yðar miskunnsamur. Dæmið ekki og þér munuð eigi verða dæmt. Sakfellið eigi og þér munuð eigi verða sakfelld. Fyrirgefið öðrum og Guð mun fyrirgefa yður. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, tróðinn, skekinn, fleytifullur mun lagður í skautið þar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Þá sagði Jesús þeim og líkingu. Hvort fær blindur leitt blindan? Mun ekki báðir falla í gryfju? Ekki lærisveinn meistaranum fremri, en hver sem fullnuma verður eins og meistari hans. Hví sér þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Hvernig fær þú sagt við bróður þinn? Bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér, en sérð ekki bjálkan í þínu auga. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér, og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróður þíns. Því að ekki til gott tré beri slæman ávöxt, né heldur slæmt tré beri góðan ávöxt. En hvert tré þekkist af ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þistlum, né vínber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. En hví kallið þér mig drottinn, drottinn, og gerið ekki það sem ég segi? Ég skal sýna yður hverjum sá líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann líkur manni byggði hús, gróf djúpt fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi, en fékk hvergi hrært það, vegna þess að það var vel byggt. Hinn heyrir það sem ég segi og breytir ekki eftir því, líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar, og fall þess var mikið.
Lúkasar guðspjall, 7. kafli. Þá Jesús hafði lokið við að tala við fólkið, fór hann til Kapernaum. Hundraðshöfðingi nokkur hafði þjón sem hann mat mikils. Þjónninn var sjúkur og dauðvona. Þegar hundraðshöfðinginn heyrði Jesú, sendi hann til hans öldunga gyðinga og bað hann koma og bjarga lífi þjóns síns. Þeir komu til Jesú, báðu hann ákaft og sögðu: Verður hann þess að þú veitir honum þetta, því að hann elskar þjóð okkar og hann hefur reist samkunduna handa okkur. Jesús fór með þeim. Þegar hann átti skammt til hússins, sendi hundraðshöfðinginn vini sína til hans og lét segja við hann: Ómaka þig ekki, drottinn, því að ég ekki verður þess að þú gangir inn undir þak mitt. Þess vegna hef ég ekki heldur talið sjálfa mig verðan þess að koma til þín. En mæl þú eitt orð og mun sveit minn heill verða. Því að sjálfur ég maður sem verður að lúta valdi og ræður yfir hermönnum, og ég segi við einn: Far þú, og hann fer, og við annan: Kom þú, og hann kemur, og við þjón minn: Ger þetta, og hann geri það. Þegar Jesús heyrði þetta, furðaði hann sig á honum, sneri sér að mannfjöldanum sem fylgdi honum og mælti: Ég segi ykkur, ekki einu sinni í Ísrael hef ég fundið þvílíka trú. Sendimenn sneru þá aftur heim og fundu þjóninn heilan heilsu. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naín, og lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið, þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar sem var ekkja, og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjóstum hana og sagði við hana: Grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann: Ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla, og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla, og þeir vegsömuðu Guð og sögðu: Spámaður mikill risin upp meðal okkar, og Guð hefur vitjað líðs síns. Og þessi fregnum Jesú barst út alla Júdeu og allt nágrennið. Lærisveinar Jóhannesar sögðu honum frá öllu þessu. Jóhannes kallaði þá til sín 2 lærisveina sína, sendi þá til drottins og lét spyrja: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Mennirnir fóru til hans og sögðu: Jóhannes skírari sendi okkur til þín og spyr: Ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Á þeirri stundu læknaði hann marga af sjúkdómum, meinum og illum öndum og gaf mörgum blindum sýn. Og hann svaraði þeim: Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þið hafið séð og heyrt. Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarerindi. Og sæll sá sem hafnar ekki því sem ég geri. Þá sendimenn Jóhannesar voru farnir burt, tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóru þið að sjá í óbyggðum? Reyr af vindi skekin. Hvað fóru þið að sjá? Prúðbúinn mann? Nei. Í konungssölum þá að finna sem skartklæðin bera og lifa í sællífi. Hvað fóru þið þá að sjá? Spámann? Já, segi ég ykkur, og það meira en spámann. Hann sá sem ritað: Ég sendi sendiboða minn á undan þér. Hann á að ryðja þér braut. Ég segi ykkur, enginn sá af konu fæddur sem meiri en Jóhannes, en hinn minnsti í Guðs ríki honum meiri. Og allir sem áhlýtu, jafnvel tollheimtumenn,
viðurkenndu að hér var Guð að verki og létu skýrast af Jóhannesi. En fariseijar og lögvitringar gerðu að engu áform Guðs þá og létu Jóhannes ekki skýra sig. Við hvað á ég þá að líkja mönnum þessarar kynslóðar? Hverju eru þeir líkir? Líkir eru þeir börnum sem á torgi sitja og kallast á. Við lékum fyrir ykkur á flautu og ekki vildu þið dansa. Við sungum ykkur sorgarljóð og ekki vildu þið gráta. Nú kom Jóhannes skýrari, át hvorki brauð né drakk vín og þið segið, hann hefur illan anda. Og mannssonurinn er kominn, etur og drekkur og þið segið, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtumanna og syndara. En öll börn spekinar sjá og játa hvar hún er að verki. Farisei nokkur bauð Jesú til máltíðar og hann fór inn í hús fariseians og settist til borðs. En kona ein í bænum, sem var bersyndug, var þess vís að hann sat að borði í húsi fariseians. Kom hún þá með alabastusbuðk með smyslum, nam staðar að baki Jesú til fóta hans, grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum, þerraði þá með höfuðhári sínu, kyssti þá og smurði með smyslunum. Þegar fariseiinn sem hafði boðið honum sá þetta, sagði hann með sjálfum sér. Væri þetta spámaður, mundi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann, að hún er bersyndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, segð þú það, meistari. 2 menn voru skuldugir lánveitanda nokkrum. Annar skuldaði honum 500 denara, en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borgað, og þá gaf hann báðum upp skuldina. Hvor þeirra skildi nú elska hann meira? Símon svaraði, sá hygg ég sem hann gaf meira upp. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snér hann sér að konunni og sagði við Símon, sér þú konu þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mína, en hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kissa fætur mína allt frá því ég kom. Ekki smurðið þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyslum. Þess vegna segi ég þér, hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, enda elskar hún mikið, en sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þá tóku þeir sem til borðs voru með honum að segja með sjálfum sér, hver er sá er fyrirgefur syndir? En Jesús sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í friði.